Við skulum taka þetta dæmi sem að sýnir hvernig er hægt að finna reynsluformúlu efna út frá massaprósentum. Og þetta er eitthvað sem er gert í raunveruleikanum. Efni eru sett í gegnum ýmis tæki sem að rífa þau í sundur og mæla massan á frumefnunum og gefa það gjarnan upp sem prósentu. Svo ímyndum okkur að við höfum dæmi þar sem við ætlum að finna hérna reynsluformúlu þegar við höfum þessar upplýsingar gefnar. Það er 52,14% af massanum er kolefni, 13,13% af massanum er vetni og 34,73% er súrefni. Þetta eru massaprósentur og það sem við viljum einhverja formúlu sem að segir C, einhver tala, H, einhver tala og einhver tala. Hvað eru mörg C fyrir hversu mörg H, fyrir hversu mörg O? Þannig að massaprósentur duga ekki þarna. Við þurfum að koma þessu yfir á mól. Við notum sem sagt mólhlutföllin til að finna út úr þessu. Og það gerum við með að ímynda okkur við séum með 100 grömm af efni, bara til einföldunar. Því ef við værum með 100 grömm af efni, þá værum við með jafnmörg grömm af hverju frumefni eins og prósenturnar sína. Þannig þá væri ég með 52,14 grömm af kolefni, 13,13 grömm af vetni og 34,73 grömm af súrefni, sem væri mjög þægilegt. Til þess að breyta þessu í hlutföll af atómum deilum við með mólmassanum úr lotukerfinu til að við fá hvert efni fyrir sig yfir í mól. Þannig að við deilum með mólmassa kolefnis sem er 12,01 gram á mól. Við deilum vetninu með mólmassa vetnis og við deilum súrefninu með mólmassa súrefnis og reiknum út af þessu fyrir hvert fyrir sig. Þá fáum við hlutföllin í mólum. 52,14 þannig við fáum að við séum með 4,341 mól hér af kolefni. Þetta er það í rauninni mól í 100 grömmum af efnasambandinu. 13,03 af vetni og 2,171 af súrefni. Og nú erum við komið með mól hlutföllin. Nú sem sagt vitum við hvað eru mörg mól af hverju í 100 grömmum. En það hjálpar okkur takmarkað því ekki viljum við skrifa efnaformúluna þannig að það séu C4,341, H 13,03 og 2,171. Þetta er tæknilega rétt hlutföll en við viljum fá fallegar heiltölur. Og lausnin á því er að finna lægstu töluna hérna og deila henni upp í allar hinn. Þannig að þetta fyrir séð ætlum við að segja 4,341 deilt með lægstu tölunni sem er 2,171. Fáum útkomu hér. Hérna ætlum við að segja 13,03 deilt með 2,171 og talan deilt með sjálfuð sér gefur náttúrulega 1. Og þess að fyrsta fáum við 2. Það kan finna 1,999. Og næsta fáum við 6.
að við fáum, þegar við erum búin að, við erum í raun að deila með lægstu tölunni til að sjá réttu hlutföllin. Þá er ég að segja fyrir hvert eitt svona er ég með 2 svona því að þetta er 2 sinnum stærri tala en þessi og 6 svona því þetta er 6 sinnum stærri tala en þessi. Þannig að ég get sagt hérna að ég er með 2C, 6H og ég ætlaði að skrifa 1 hérna og 1O í formúlu. Þannig að reynsluformúla þessa efnis myndi vera C2H6O. Það getur komið fyrir að útkomurnar úr þessum hér séu ekki allt heilar tölur. Þá sem bara sína með einhverju dæmi hvernig það geti verið. Segjum að við hefðum verið með bara efni hérna með C og H. Þessum að það hefði komið út 1 hjá C og 2,33 hjá H. Í staðinn fyrir bara 2 eða 3. Þá værum við með, þetta er svona bara random dæmi. Þá værum við náttúrulega með formúlu sem að liti svona út og ekki viljum við það. Og þá er það bara að prófa sig áfram að finna með hvaða tölu þarf ég að margfalda þessa svo ég fái heila tölu út. Og svo margfalda ég sé með sömu tölu. Og ég sé ef ég margfalda með 2 þá fæ ég 4,66 sem er heldur ekki heiltala. En ef ég margfalda með 3 þá myndi ég fá 6,99. Þannig að ef ég myndi gera hérna sinnum 3 þá fengi ég 6,99 sem er það bil 7. Og þá myndi ég líka margfalda þessa með 3. Og hér væri þá svarið C3H7. Þetta síðasta var svo bara dæmi hvað gerist ef við fáum ekki bara heiltölur út úr þessum gula útreikningi hérna. Ef að ég fæ tölu sem er brot, ég myndi alltaf fá eina tölu sem væri 1, það er það sem gerist þegar ég deili með lægstu tölunni. Fræðilega gæti ég fengið einhverjar aðrar sem brot og þá vil ég skala þær upp með því að margfalda með sömu tölunni. Og ef ég finn út eins og hér að ég þarf að margfalda þessa með 3, þá þarf ég sjálfsögðu að margfalda þessa líka með 3. Og það er hægt að prófa svörin sín í svona. Ég get notað það sem ég veit massa prósentur, svo að ég get fundið, eins og fyrir svarið mitt hérna, fundið massa prósentu C með því að segja 2 sinnum massin af C deilt með heildarmassa efnisins sem er 46,068 og gáð hvort að ég fái sömu prósentu hérna. Þannig fæ ég 0,5214 sem er 52,14% sem er akkurat það sama og ég byrjaði með. Og ég geti gert það sama fyrir H, þá segir 6 sinnum massin af H deilt með 46,068 og væri bara 16 deilt með þessari. Í öllum tilfellum ætti ég að fá sömu eða nokkurn veginn sömu tölur og ég lagði upp með í upphafi. Það er hægt að gá hvort að svörin mann séu rétt.